ágæta samkoma. Ég heiti Þórhildur Elín og í upphafi máls ætla ég að játa dálitla yfirsjón sem tilkomin vegna eðlislegra leti. Að þrátt fyrir alla umræðuna stjórnlagaþingið hef ég frestað í mjög snyrtilega að þrælast í gegnum stjórnarskrána. Og þess vegna hafi ég auðvitað aldrei rekist á 60. greinina frekar en aðrar. Og sem betur fer hún auðskilin fyrir jafnvel mig sem aldrei gat svo mikið sem munað orðið þjóðmálanefnd. Heldur ruglaði saman við allskyns eitthvað annað eins og þjóðkirkjuráð eða þjóðnefndarþing. Eftir símtali frá séra Önnu Sigríði hélt ég raunar að ég ætti kannski að gefa kirkjunni góð ráð breytt messuform. Hann fékk strax ótal skemmtilegar hugmyndir. En við nánari upplýsingar sá ég að því miður þurfti ég að fara að mynda með skoðun á einhverju. Eins og mér finnst nú annars þægilegt bara að slappa af. Því auðvitað þarf kirkjan á sjálfskoðun að halda, einkum nú þegar allar stofnanir þjóðfélagsins eru undir smásjá endurskoðunar. Þangað til núna hef ég bara ekki haft skoðun á málinu. Á kirkjan að vera þjóðkirkja undir sérlegum verndarvæng ríkisins? Er þetta ekki bara fínt system? Er þetta ekki bara afskaplega þægilegt og svona? Hvers vegna eiginlega laga það sem ekki bilað? Það fylgir því svo ágætt öryggistilfinning að hafa þetta bakland, ríkið, kirkjuna og Morgunblaðið. Bara tilhugsunin að vera án þessarar þrenningar er óþægileg. Það er eitthvað svo notalegt við heilbrigða íhaldssemi eins og góðar venjur. Eins og barn sem sofnar vært eftir fyrirsjáanlega kvöldrútínu, eins finnst okkur við geta hallað okkur að styrkum stoðum samfélagsins þrátt fyrir allt, ríkinu, kirkjunni og Morgunblaðinu. Loksins þegar skoðun mín fæddist, þá var hún svona. Kirkjan er söfnuður Guðs, Jesú Krists og heilags anda. Það er hinn heilaga þrenning. Kirkjan ætti ekki að þurfa ríkið að opinberum bakhjarli til að blómstra. Nú þegar hefur hún höfuðið, drottinn sjálfan, en líkaminn hefur verið svolítið upptekinn af reglugerðum, lagabreytingum og skipulagsskrám. Hann vantar kannski dálítið líf og lífið er í eðli sínu lifandi. Hver fær hvaða kirkjujörð að lokum? Verður það ríkið eða bara Vatíkanið sem það tilheyrði væntanlega á einhverju tímabili sögunar? Allt þetta er bara handavinna, útreikningur og þras sem fær svo einhverju niðurstöðu. Tilgangur kirkjunar ætti að snúast annað en hefðir hefðana vegna. Hún á auðvitað að lifa í sátt við umhverfið sitt, en er hollt fyrir kirkju að vera háð ríkinu? Já, ef hún vill vera stofnun í ríkinu, vera á fjárlögum og háð hinu pólitíska valdi. Ef Jesú væri uppi núna, hugsa ég að hann væri bara í gallabuxum og hrifi fólk með anda sínum. Eins og hann væri í hversdagslegum náttkjól þarna í den og græjaði matarboð fyrir 5.000 manns með engu fyrirvara. Hann var innblásinn. Umræða hver á hvaða fermetra, ríkið, kirkjan eða Morgunblaðið, er ekki innblásinn. Ég kann nú ekki biblíuna utanbókar en man vel eftir sögunni þegar Jesús fauk af skaftinu þarna í musterinu. Hann var ekki smeykur við almenningsálitið, heldur steig fram í trú og hann hélt sjálfstæði sína alla tíð. Hann er höfuðið. Við eigum að vera líkaminn. Við eigum að gera eins og hann, stíga fram í trú og gera kirkjuna sjálfstæða. Því hún á engum að vera háð nema þeim sem hún þjónar. Takk fyrir.